Byrjum á tryggingamálunum, hingaði kominn okkar sérfræðingur í þeim efnum, Hafsteinn Ezekiel Hafsteinsson frá Sjóvá. Við ætlum að tala bílatryggingar. Þegar maður er að tryggja ökutæki sitt þá setur maður oftast á sjálfstýringuna og veit ekkert hvað maður fær fyrir peninginn. Þessar tryggingar eru miklu viða meira heldur en almenningur kannski gerir sig grein fyrir dagsdaglega. Það passar. Þegar þú ert að kaupa lögbundna ökutækjatryggingu, sem er kannski bara einfaldlega kallað bílatryggingu, þá er hún fyrst svona þríþætt tryggingur í rauninni. Þú ert að tryggja í rauninni tjóni sem þú veldur þriðja aðilanum, ökutækjum, fólk sem gangandi vegfarendum, bara hvaða munin sem þú ferð á. Svo er það framrúðutryggingin sem bætir rúðurnar, svo er það mikilvægasti liðurinn, það er slysatrygging ökumanns. Þá ert að tryggja í rauninni þig sem ökumann fyrir þann skaða sem þú getur lent í sjálfur, fólkið í bílnum með þér og fólk í öðrum bílum eða eins og gangandi vegfarendur, hjólandi vegfarendur sem getur valdið skaða og þar liggur í rauninni aðaltryggingin. Og það eru óttalega margir sem halda kannski bara þessu að tryggja bílinn sinn per se. Já, það er algjörlega misskilningur að fólk heldur þá kaupir lögbundna ökutækjatryggingu og þá ertu að tryggja þitt ökutæki en þú ert að tryggja sem þitt ökutæki og þú sem ökumaður getur valdið öðrum. Og ökutækið, sko, þitt er í rauninni bara aukaatriði í öllu þessu mengi. Það er algjört aukaatriði í þessu mengi. Eina sem þú getur bara hugsað er að passa þig og vera með í öruggu ökutæki. En svo algjörlega misskilningur líka ódýr bíll, dýr bíll, akkur kostaði sama. En það náttúrulega skiptir ekki máli því ódýr bíll getur keyrt á dýran bíl, getur keyrt á manneskju, hvað sem er. Ódýr bíll getur valdið bara sama skaða og rándýr bíll. Já, og ég meina svo fólk spyr líka lítill bíll, stór bíll, akkur litli bíllinn minn jafn dýr og stóri bíllinn. En litli bíllinn tjóni sem getur lent í litlum smábíl í þessum öruggum jeppa, það getur verið miklu meira þegar kemur að manni sjálfum. Slysastættinum hjá manni sjálfum. Nú fara margir í kaskóið. Sko, hver er þarna munurinn á milli? Kaskóið aftur á móti er það tryggingin sem tryggir þitt ökutæki. Og þá ertu að taka trygginguna tjón sem geta orðið á þínu tæki. Jafnvel sem einhver sem veldur þegar þú ert ekki á staðnum eða þegar þú lendir sjálfur í að valda tjóni, þá getur þú tryggt þitt ökutæki fyrir tjónum. Og eins og svo bara ýmis tjón eins og öllum dekkjum stólu undan hjá þér. Þá getur þú leitað í kaskotryggingunni á Sjóvá og þá ertu með, fengið það bætt. Trampólín flýgur úr bílinn og þá ertu að fá þær bætur. Þú ert að tryggja þig sjálfan og þitt ökutæki. Þannig að ef þú lendir í bæði að valda tjóni eða eitthvað veldur tjóni og er ekki á staðnum og fer, að þú stendur ekki eftir tómhendur. Tökum bara dæmi af mér að fara á haugana með fulla kerru af drasli, allt fer af henni og lendur á næsta bíl. Þá er ég honum tryggður. Kaskotrygginguna á Sjóvá tekur því ef hluti farms og völubíl til dæmis fer á bílinn, þá erum við að taka því tjóni og bæta það tjón. Þannig að hinn venjulega ökutrygging sem er lögbundin, hún í rauninni tryggir skaða á þriðja aðila. En ef maður fer í kaskóið, þá er maður komið með þessa umframtryggingu. Kaskóið tryggir veraldlega hlutin. Það er gott svona kannski það tryggir bílinn þinn, en ábyrgðartrygging í lögbundna, hún tryggir þig fyrir öllu sem þú getur valdið. Þannig að þú ber ábyrgð, þú sest undir stýri, verða ábyrgð fólkinu í kringu þig sem er í bílnum, fólkinu í umferðinni, það tryggir þig þannig að ef þú verður fyrir því óhappi að skaða aðra, að þá ertu með tryggingu. En er ekki óráðlegt beinlínis að sleppa kaskotryggingunni? Raunin ekki. Kaskotrygging er út með bíl sem er gamall. Þá kannski hefur ekkert mikið við kaskó að gera því það er eigin áhætta sem þú ert að greiða og hún fer bara frá þessu upphæð upp í ákveðnar upphæðir. Þannig að ef þú ert með nýjan bíl, alveg klárlega, sem er að hlaupa kannski á milljónum, 3-4 upp í kannski 15-20 milljónir, þá náttúrulega viltu ekki taka tjóni á því. En ef þú ert með bíl sem er kannski bara ódýr sem fer alltaf upp í milljónina. Ódýr námsmannabíllinn? Ódýr námsmannabíllinn. Þá kannski óþarf að vera að borga tryggingu fyrir hann ef hann er kannski 10-20% andvirði bílsins tryggingin. Þannig að... En er þetta mikið umfram að bæta kaskóðinu við? Það er rauninni milli svona... Það sé ekki svona... Lögbundna hún er kannski... Hún fer eitthvað staðar á milli svona 80 til 160, 170. Það er bara svona eftir hvaða ökutæki þú ert með og bara umfangi tryggingabakkans er. Og kaskóðurinn fer þá kannski frá svona, erum að tala upp í 50, upp í 80, 90. Þetta er bara svona mismunandi eftir ökutækinu og hvað þú ert að tryggja í rauninni. Við erum að tala ársgreiðslu. Já, og það fer allt eftir eigináttum, fólk sem har eigináttum eða reiðgjald og svona, þetta er bara rauninni púsluspil, hvernig að púsla trygginguna saman, hvað er það að tryggja?
En Hafsteinn, það óskaplega mikið í húfi. Þetta langveigamesti þáttur tryggingafélagana sem lítur að ökutækjatryggingum. Það passar. Þetta eru gríðarlegar upphæðir á hverju ári sem fara þarna í gegn. Já, þetta við á Sjóvá erum að bæta 95% allra tjóna. Og í hverju tjóni alltaf manneskja. Já. Það mjög sjaldgæft að bílar fara saman tveir. Það gerist, jú, en það bara ef við segja það einn hálshnykkur, hann getur verið alla ævi. Hann getur leitt til örorku. Hann getur skaðað því það sem eftir og líka bara fólkið í kringu því. Þannig að þessi trygging þetta stæðsti hlutin í henni. Fólkið sjálft og já. Og þetta þá metið hjá ykkur, hver skaðinn að einhverju leyti? Læknarnir alltaf meta skaðan á fólkinu. Sem betur fyrir erum við með fagaðilega sem sjáum það. Við sjáum að senda bílana á vegstæðin til að láta meta það, en svo dæma fagaðilega læknar og þeir mæla og ákveða í rauninni. Og þið reiknið þessu út hvað í húfi í penningum talið? Já, svo náttúrulega þurfum við bara að greiða kostnaðinn og svo tryggjur náttúrulega ákveðna fjárhæðir inn í tryggingunni, örorkutryggingar og alls konar svona. Og bara líka eins og fólk fellur frá. Og það rauninni bara allt eftir hver örorkan og bara rauninni hvað gerðist, hvað átti sér stað. Þannig að niðurstaðan að þessu samtali okkur að tryggingar sem snúa að ökutækjum, þær snúast fólk, fyrst og fremst. Fyrst og fremst að verja okkur fyrir tjónum sem við getum lent í og við getum valdið öðrum. Bíllinn kemur síðan eftir á, bíllinn veraldlegur. Já, það má alltaf kaupa nýjan. Já. En forvarnir, við höfum kannski allt og lítið af þeim einmitt á árstíma eins og þessum þegar hallar að jólum, algjört myrkur. Við til dæmis gleymum ljósunum allt oft. Það satt og sérstaklega nýjir bílar. Nýjir bílar sem koma á markaðinn í dag oftast með átóstillingu sem þýðir það, þú ert með LED-ljósa framan en engin ljósa ofan og aftan. Heldur það að stilla það á on, svona, þannig að þú sért með ljósin á og bara til dæmis í gerð þá tók ég leta rúmt í 10 mínútur og gerði fram með 6 bílar svo ljóslisar aftan en með LED-ljósuna framan og maður fattar ekki endilega kveikja á þessu þegar skammdegi kemur og svona og þannig að þetta svona bara kveikja á þessu og líka bara ef við tökum núna kom snjór hjá okkur núna í vikunni og hversu margir núna í röð, margar klukkutíma bið að koma sér dekkin að vera komin, vera búin að fylgjast með, passa að maður sé með réttu dekkin, passa með réttu mynstur í dekkjunum passa ef maður að fara út á landi eða eitthvað stað sem kannski slæm færð, verið með naglan á. Jú, auðvitað naglarnir geta verið slæmir, en þeir eru bestu öryggistæki í þessum aðstæðum. Og eins með rúðuþurrkur, við erum með góða rúðuþurrkur og pössum að lyfta þeim kannski upp á kvöldin, þannig að við komum á morgnana, að þá sér ekki frostnar á gluggann. Einmitt, einfalt triks. Einfalt og skafa vel. Þannig að sleppa ég að skafa og laga rúðuþurrkurnar og skafa bílinn vel, öryggið komið. Heldurðu að Íslendingar séu sérstakir skussar í þessum efnum? Ekkert frekar nær, við erum kannski náttúrulega bara með verri færð oft og tíð. En maður bara svona, maður einhvern veginn þarf að setja sig bara í aðstæðurnar. Ég meina, vera svona hugsa fyrirfram. Bara vera með allt á hreinu. Ég meina, við erum fyrstulega fyrirmynd, við erum fordæmi fyrir yngra fólki. Þannig að þeir sem koma nýir inn í umferðina, kenna þeim að kveikja ljósunum, kenna þeim að skafa. Og vera með réttu dekkin með aðstæður? Við erum með réttu dekkin. Þeir komið til Sjóvá viðskiptun okkar og fái rúðursköfi á okkur. Þá erum við búin að redda þessu. Góður. Hafsteinn Esekíel Hafsteinsson, sérfræðingur okkar í tryggingumálum. Þú hérna mánuði liðnum eða svo að fjalla aðrar tegundir trygginga. Við þurfum að fræðast akkurat þetta. En við förum að skipta hér gír og fáum alls konar fræðslu myglu hér innan skamms.